Einnig, hvað skópinn hann Sigurður í dag? Svona seinni hálfleik. Spilaðum mjög vel í seinni hálfleik og liðseilt á baklega sem vorum að gera. Byrjuðum þennan leik ekkert sérstaklega vel en svona unnum okkur inn í hann og seinni hálfleikur var mjög góður. Hver svona stóri munurinn á fyrr og seinni hálfleik? Já, í seinni hálfleik þá náðum við að nýta okkur betur svona á veikleika sem voru til staðar í valsliðinu og nýttum okkur hann að svæða milli var hann á miðju og allir guðina voru kostum hérna í seinni hálfleika á afmælisdaginn. Héldur þú afmæli á krafti? Já, maður náttúrulega getur ekki á stór afmæli og þrýstu og komum út á völlinn og gert ekki neitt. Hann var frábær í þessum leik. Hans besta frammistaða í sumar? Já, sennilega eina af þeim. Nú er náttúrulega ljóst að það verður úrslitaleikur í næstu umferð FH Stjarnan. Það verður svakalegt. Já, það er bara liggur fyrir, Stjarnan vann og það verður bara hörkuleikur. Þeir hafa verið að spila vel og við líka, þannig að við erum okkar heimavelli og við ætlum að klára þetta. Þegar ykkur nægir náttúrulega jafntefli í þeim leik, þið ætlum vantilega ekkert að spila upp á jafntefli. Það kemur bara í ljós á laugardaginn hvernig við setjum upp þennan leik. Þessi er bara nýbúinn og við bara förum yfir hvernig við ætlum að gera þetta á laugardaginn í vikunni. Er þetta ekki skemmtilegur endir á fótboltasumrinu að fá úrslitaleik í Krikanum og mörg þúsund manns að horfa á? Jú, fyrir þig. En ég hefði alveg viljað klára þetta í dag, en það gerist ekki. Það er úrslitaleikur og auðvitað getum við allir sagt það að það sé jákvætt fyrir fótbolta, ekki spurning. Fyrir leikurinn í Stjörnunni var hörkuleikur 2-2 og hann búist við superleik eða ekki á laugardaginn? Það var hörkuleikur? Jú, það verður hörkuleikur. Stjarnan með frábært lið og spila gríðarlega vel í sumar og verið mjög stöðugir, þannig að það verður hörkuleikur.